Það er ekki komin í herbúið Þróttar, bara hvernig er tilfinningin að vera mættur þarna í hjartað í Laugardalnum? Hún er bara virkilega góð, bara finnir fyrir miklu metnaði og krafti í félaginu og þeir eru búin að nála til að fara upp síðustu 2 ár og ég ætla bara að hjálpa þeim að komast upp á næsta ári, ennast Klára þetta, klára skrefið og fara með það upp í bestu? Já, það er alltaf markmið, eins og ég segi, ég finn bara fyrir miklu metnaði og þetta er ungt og skemmtilegt lið sem spilar þarna skemmtilega og sóktur á fótbolta og er búin að nála til að fara upp síðustu 2 ár og við ætlum bara að gera betur enn í fyrra og þá ættu að geta að spila í efstild á næsta ári. Þú segir ungt og skemmtilegt lið, mann fannst kannski svona í lokinni fyrra að vantaði með smá reynslu, fleiri reynslumikla leikmenn, það er nú eitthvað sem að þú getur komið með að borðinu fyrir það. Já, ég átti þarna fullt að spila við venna og hann fannst að vanta svona reynslu í liði. Þetta er bara virkilega góðir fótboltastrákar í Þrótti og vantar kannski smá reynslu og vonandi geti hjálpað til með það. Og spilaðir í gær á móti Val í það sem að Þróttur bara gerði sér lítið fyrir og vann leikinn, hvernig var það? Þetta var svolítið sérstök tilfinning en það vantaði fullt af mönnum í bæði lið en það var gaman að vinna á Val, ég neitaði því ekki. Og ekki bara, já, svona vel við hæfi að byrja bara á þessum leik? Jú, bara flott byrjun, ég var enda búin að mæta bara 3-4 æfingar og er ekki í mínu besta standi en það var fínt að byrja bara þessu leik og það var bara fínt leikur í okkur. Þannig að þessi lengjudeild, það er náttúrulega ansi mörg lið sem eru að leggja mikið kapp á það að komast upp úr þessari deild. Hvernig líst þér á að fara niður í lengjudeildina? Bara, mér finnst það bara skemmtilegt að prófa eitthvað algjörlega nýtt. Búin að vera í Val í 13 ár og vinna allt sem þetta er að vinna á Íslandi og mér langar að prófa eitthvað algjörlega nýtt og mér líst bara mjög vel að það. Voru mörg félög sem hafðu samband við þig? Já, það voru einhver félög í efstu og næstu deild og ég var í frí í allan nóvember og var bara svona hlaða batterinn. Svo notaði ég bara desember svona til að tala í lið og hvað mér fannst best að gera og endan valdi ég Þrótt og bara ánægði með það ákvörðun. Þú varst alveg opinn fyrir því, það var ekkert eitthvað bara í hugunum með þér að þú varst ákveðin í því að spila í efstu deild? Ég hugsaði alveg, eins og ég segi, búin að vinna deildina og bikarinn oft og vinna allt sem þetta er að vinna á Íslandi og mér fannst bara skemmtilegt að prófa eitthvað algjörlega nýtt og reyna að hjálpa Þrótti að komast upp í efstu deild. Þú segir bara svona öðruvísi og ný áskorun? Já, algjörlega og bara mjög spenntur í því. Það var náttúrulega mikið fjaðrafók þegar þú hvattir Val, eru þau öll sárgróin eða hvernig er það? Já, það er alveg gróið, ég átti frábæra tíma á Val, bara, vann fullt af titlum og frábæra minningar og ég ætla ekki að láta það að skikja á tíma minni á Val hennan endi og ég er bara búin að gleyma því og verða alltaf valsari og það þykir væntu Val. Í hvaða hlutverk áttu ætlaður hjá Þrótti? Það er alls konar, ég átti búin að fullt af spjöldu venna og það er svona vinstri kant, vinstri bak og líka á miðjunni þannig að það er bara svona fullt af hlutverkum. Og kom með reynslunni í klefann þetta? Já, algjörlega, ég get vonandi leitt eitthvað að mér búin að safna í reynslubanka. Ég var að spyrja út í eina umtöluðu klásúlu sem er talað að Víkingur gæti hreft þig fyrir mótið ef þeir hafa áhuga á því. Hvað segir þetta? Er möguleika því að vera leikmaður Víkings eða þegar á hólmum verið komið? Það ég held að sé ekkert launingum mál. Ég held að uppalið Víkingur og talaði Víkinga og hitti Kára og þeir er náttúrulega bara með langbesta lið á Íslandi. Við erum með 2-3 menn í hverju stöðu og en ég ætla ekki að fara eitthvað þeir þurftu að missa menn svo það myndi ganga upp og það gekk ekki upp að svo stödd allavega og ég líti að pæli því akkurat núna en ég ætla ekki að fara að ræða ykkur ákveði í samningunum akkurat núna en það kemur bara í ljós. Saman hvað gerist þá verður spennandi tímabil framöndan? Já, ég er virkilega spenntur fyrir þessu. Þetta er skemmtilegt lið að spila flotta fótbolta og menni búin að koma þvílíkt óvart og geggjaði þjálfari og bara virkilega spenntur fyrir þessu. Það eru svona ferski vindar og maður tekur eftir því mikill metnaður í Þrótti. Það er eins og ég segi, ég er búin að fann það bara frá fyrsta fundi í Þrótt. Það er mikill metnaður og kraftur í félaginu og margir stuðningsmenn og ég held að verði bara spennandi sumar í Laugardalnum í sumar.